Þetta er síða 1 í verkefni 23 ártöl í Excel á blaðsíðu F36. Hér er ég búin að skrifa ártalið 2020 og hér skrifaði ég 2025. Nú get ég sett þessi 2 hólf í blokk og afrita niður. Þá hleypur ártalið á 5. Nú ætla ég að velja svæði til að setja myndrit, útbúa myndrit hérna frá A2 til B9. Ég fer í Insert og ég vel hérna Line og Line with Markers. Og sjáu það að hér stendur 1, 2, 3 og svo framvegis. Nú er ég stödd hérna á Chart Design flippanum og ég fer í Select Data, smelli hér á árin og eyði þeim út. Smelli hér á Edit og dreg yfir ártölin. OK og OK. Og koma ártölin hér fyrir neðan. Til að eyða skýringareiknum þá get ég smellt hér á og ytt bara á Delete. Það er líka hægt að fara hér og velja, taka hakið af hér. Síðan ætla ég að breyta gildum á ásum. Þá smelli ég á lóðrétta ásinn og ég ætla að byrja að telja á 350.000. Þannig að ég fer hér í Format og að því ég með þetta svæði valið, þá verð ég hér Format Selection. Og lægsta gildið á að vera 350.000 og hæsta gildi 450.000. Komið hér og bilið á milli talna á að vera 20.000. Þá kemur þetta hér, 350.000 hleypur á 20.000 og hæsta gildi 450.000. Og ég ætla að skrifa hér skýringarit, fyrirsögn, mannfjöldaþróun á Íslandi. Og þá kemur það hér. Og ef ég vil hafa lóðréttar hnitalínur, hérna eru láréttu hnitalínurnar, þá fer ég hér og hér í Gridlines, þá get ég valið lóðréttar eða tekið þessar af. Þannig að þið geti haft þetta svona. Og ég ætla að sýna gildin eða tölurnar hér fyrir ofan. Smelli ég á myndritið, smelli á plúsin og Data Labels. Og ég ætla að velja þær fyrir ofan. Ég ætla að velja þær fyrir neðan eða hægra megin eða í miðjunni, en ég ætla að velja fyrir ofan. Og þá kemur þetta svona. Og ég ætla að vista.